Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Herðu, já, það eru forsetakosningar og við höfum fengið hér frambjóðendur í rauðaborðinu og spjalla við þá. Svona í viðtölu sem við getum kallað svona kynningar viðtöl. Við erum að reyna að kynnast fólkinu. En nú er komin nær kjördegi og þá viljum við spjalla það sem er kannski svona þau efnisatriði, málefni sem hafa verið til umræðu og fá kannski að ræða við frambjóðendur það sem þau hafa kannski einhver leyti lagt mest áherslu á og hingað komin Hallar Hrund Logadóttir og velkomin. Takk fyrir. Herðu, það sem mér langar að ræða við þig auðlindir, mér heyrst þú leggja áherslu á það, annars vegar það þegar þú ert að svona lýsa stöðu Íslands, tækifærum okkar, að við séum, eins og stundum sagt, fáum við þjóð í stóru landi með mikið auðlindum, þannig að við erum lukkunar pamfílar. En svo hefur við líka lagt áherslu á að við þurfum að gæta okkar, fara vel með þar og kannski líka gæta þess að það renni til þess að byggja hér upp gott samfélag, en lendi ekki höndunum á fáum, gæti maður hugsað. Hvernig lítur þú á þetta? Hvað akkur ertu að ræða auðlindirnar? Já, þetta auðvitað lykilmál fyrir hverja einustu þjóð í heiminum auðlindamál, bæði auðvitað náttúruauðlindir og svo auðvitað líka eins og ég hef talað auðlindir hugvits og þekkingar sem að við erum líka sterkir. Mannauðurinn, margt sem þarf að huga þar líka í samhengi við tækni, þróun, gervigreind og annað. En í samhengi við náttúruauðlindir að þá það, eins og ég segi, algjör lykilmál fyrir hverja þjóð. Og við erum auðvitað mjög rík af auðlindum hér. Við erum rík af auðlindum til sjávar og sveita, svo mætti segja, í landbúnaði og ýmis ónýtt tækifæri þar. Ég tala nú ekki í samspili við orkumálin okkar, í samspili við jarðhitann og í samspili líka við raforku. Þannig að það er landbúnaðurinn, það eru orkumálin, síðan það auðvitað sjávarútvegurinn og síðan það vatnið okkar sem einstakt á alla vegu og svo mætti auðvitað halda áfram og telja upp jarðefni og bara náttúru. Auðvitað þetta allt eitthvað sem byggir á náttúrun okkar og það kannski ástæðan fyrir því að við eigum svona ríkar auðlindir að náttúrun okkar líka hrein og tær að mörgu leyti miðað við sérstaklega þróun annars staðar. Og það þess vegna sem að gæði okkar afurða og möguleikar svo ótrúlega miklir. Og ég kannski, minn áhugi á náttúruauðlindum kemur beint úr því að hafa verið að vinna í landbúnaði, verið að vinna í sveit þar sem þetta svo áþreifanlegt að þú ert að vinna með afurðir og þú ert alltaf að hugsa að nýta landið en líka að skila því góðu fyrir komandi kynslóðir. Og það kannski ástæðan fyrir að ég hef verið að beina sjónum að þessu viðfangsefni, auðvitað ekki bara í þessari kosningabaráttu, heldur í mínu námi og í mínum störfum. En við tölum oft þetta, en þetta svona málaflokkur, þar sem má eiginlega segja séu að mörguleyti óleyst ágreiningsmál. Fiskveiðiauðlindin, það í gangi hér kvótakerfi og það gerðar kannanir og það kemur ljós að 70% af almenningi á móti kerfinu. Finnst það leiða til þess að það fé flist að fara hendur. Finnst það vera spilt og eitthvað leira. Hvað gerum við í því? Og hvað getur forseti gert í því? Og ég segi þetta bara sem dæmi. Mér langar að labba með því gegnum jarðvarmann og vatnið og vindinn. Já, þetta verður mjög langur þáttur. Nei, við erum vön. Já, það eins og þú segir, það eru auðvitað margar auðlindir og ólíkar áskorunir í ólíkum auðlindaflokkum. Og bara ólík hugmyndum hver á þetta og hvert auðlindarentan á að renna. Já, ég held að það sem ég hef verið að tala fyrir eru almannahagsmunir. Ég hef talað skýrt fyrir því í orkumálunum að við séum alltaf að hugsa að saman hvort við erum að byggja upp kerfi eða hvort við erum að nýta auðlindina, að það sé alltaf almenningur sem að njóti ákveðins forgangs eins og ég hef talað í orkumálunum. Þegar kemur að einstaka auðlindaflokkum þá hef ég kannski mest verið að síðan að horfa á að við séum að setja fókusinn, beina sjónum á verðmæta sköpun. Þetta auðvitað stóra spurningar sem við nefnir varðandi kvótakerfið og sjálfur sér ekki á borði forseta. En það sem að forseti getur gert og þarf að gera að lyfta þessum verðmætum upp. Ég held að
eftir að fólk hætti að fara í sveit, eftir að fólk hætti að vinna í fiski, þá kannski varð ákveðið rof á milli þess hvernig við erum tengd þessum auðlindum. Og ég fundi það í orkumálunum, fólk ekki mikið að hugsa þessi verðmæti dagstaglega, tekur þeim jafnvel sem sjálfsögum hlut. En það svo mikilvægt að við séum að efla þekkingu á þessum málum og okkur sé ekki sama hvernig þessi málaflokkar þróist. Og það sko, ef við tölum kvótakerfið, ég held að dæmum eitthvað í því kerfi sem að fyrir utan það kerfi var auðvitað sett á til að koma í veg fyrir ofveiði. Og átti að byggja upp fiskistofnuna sem hefur ekki tekist. Það var líka markmiðið að tryggja byggð í hringinn í kringum landi sem hefur ekki tekist því að margir bæir hafa orðið fyrir gríðarlegu áfalli þegar kvótinn hefur verið tekinn. Þannig að margt sem hafa lagt af stað upp með í upphafi hefur ekki gengið eftir vegna þess að það bara verið önnur sjónarmið sem hafa tekið yfir, meðal annars hugmyndir það að stærðarhagkvæmni væri það sem við ættum að stefna að og við svona hægt og bítandi lyft til að fáum risastórum útgerðarfyrirtækjum að drottna yfir langstærsta hluta af auðlindinni. Svo ef ég reyna að endurvarpa svona óánægju almennings með kerfið. Og þarna það alls konar lærdómur sem að má huga að fyrir ólíkar auðlindir sem við eigum. Það sem kannski eru töluverðar breytingar framundan, til dæmis í orkumálunum. Þá ágætt að hugsa sko í upphafi skal endinn skoða hvert markmið og hvernig ætlum við að byggja upp kerfi sem að raunverulega nær þeim markmiðum. Ég get sagt varðandi sko kvótakerfið, þar held ég að það sem að hefur gerst í þeirri grein, ef við ítum frá þeim ágreiningsefnum sem að eru eðli málsins samkvæmt stór og mikil, að það sem hefur gerst kannski að það hefur orðið meiri áherslu á verðmætasköpun í greinina því að það ekki hægt að veiða endalaust. Ég vil frekar segja að það hefur orðið áherslu á arðsemi fyrirtækjanna. Því að í sömuleyti þá eru margir til þess smærri aðilar inn í greininni sem að gagnrýna stóru aðilana þeir séu ekki alltaf að ná hæsta afurðaverði sem að henni litlu verðastefna til þess að geta lifað af og benda á henni stóru að auka arðsemi sína með að skera niður kostnað sem ekki endilega, næst ekki endilega með því að hækka afurðaverðið alltaf. En ég mun ekki leysa þessi mál sem forseti. En það sem skiptir máli og við erum farin að sjá ákveðnu leyti í sjávarútvegi að það orðin meira áherslu á nýtni af því að það ekki hægt að veiða endalaust að það orðin meira áherslu á nýtni og við erum að sjá það í gegnum fyrirtæki eins og Keresis til dæmis það sem ákveðin nýsköpun það sem að fiskroðið orðið verðmætara heldur en fiskurinn sjálfur ef svo má segja. Og þeir eru alltaf komnir með sko 0,3% af öllu roðinu að það væri sko stór fabrika í þeirra huga sko þannig að. Já, ég held að þetta sé leiðin sem við þurfum að horfa á varðandi alla auðlindanýtingu. Það ekki að nýta sem mest og við eigum mikla möguleika og eigum að vera í auðlindanýtingu og ólíkum sviðum. Heldur alltaf að vera að hugsa hvernig við getum fengið sem mest verðmæti út úr þeirri nýtingusvegum og ég held að skala auðlindina og skilinni betri og eftir og vera líka, ég held sem mikilvægt að horfa á þessi samfélagssjónarmið og það til dæmis að við horfum á orkumálin það til dæmis eitthvað sem ég hef ágjur af varðandi framtíðina að það þarf að passa upp á að orkusagan haldi áfram að verða saga þar sem verið að byggja innviði til þess að styðja við samfélag. Það sé ekki bara verið að horfa á sko, hvar best að nýta auðlindina, heldur líka verið að horfa á hvar það best út frá því að það verið að styðja við ólík samfélög og það eru samfélög eins og á Vestfjörðum, Vestmannaeyjum, fyrir austan, þar sem alveg augljóst að það þarf að styrkja innviði og það mikið bara jafnræðismál fyrir landið okkar. Þannig að þetta eitthvað sem skiptir máli. Orkusagan okkar svona saga félagslega uppbyggingu. Við eigum hitaveituna og rafmagnsveitur sveitarfélagana og svo eigum við Landsvirkjun. Þetta eru uppbygging sem að öll var út frá svona félagslegu sjónarmiðum gerð af almannavaldinu, getum við sagt. En núna erum við á einhver svona tímamótum, það eru meiri svona þrýstingur á framkvæmdir, fyrirtæki sem að komast þar að. Við erum bent á að til dæmis Landsvirkjun, hún rýmir raunverulega til fyrir fyrirtæki, ef þú býr til virkjun einhvers staðar, þá máttu selja alla orkuna þína inn á kerfið og þá dregur Landsvirkjun svolítið
að sér eins og þau séu fyrir sem að kannski þarftu að horfa á það að nýtingin ætti að vera í höndunum á einhverjum aðilum til þess að upplifa það. En það er ýmiss konar svona hlutir að gerast og þú nefndir veikleika, við horfðum á það á Reykjanesi fyrir stuttu síðan, ákveðna veikleikar, miklu veikleikar í bara vatni til Vestmannaeyja. Við sáum það í óveðrunum fyrir hvað var ekki 2 árum eða 3 árum fyrir norðan, þar sem kemur í ljós að það hafði ekki verið að byggja upp innviði þannig að heilu sveitarfélögin lentu bara í rafmagnsleysi fáránlega langan tíma fannst mörgum. Þannig að sumileyti má segja að við séum kannski okkur svona tímamótum að þau sjónamið sem að voru í upphafi þegar við verið að byggja upp hitaveituna og rafmagnsveituna og síðan Landsvirkjun, að þessi komin önnur sjónamið inn. Er það að segja að þessi hætta á þessu tímamótum að við gleymum upphaflega tilgangnum sem við ætlum okkur og við gætum allt í einu staði upp fyrir því að orkuauðlindina væru komnar í hendunar og örfáum stór útgerðum. Það sem að ég er að segja er í raun og veru að það er merkilegt að horfa tilbaka á þessu sögu. Það er mjög merkilegt því að Landsvirkjun einmitt þegar hún er stofnuð, þá er hún stofnuð til þess að eiga virkjanirnar okkar og mér finnst áhugavert að hugsa það að það var ekki sjálfsagt. Það var þannig í sumum tilfellum, í sumum ríkjum að orkukaupendurnir áttu líka virkjanirnar. En þarna var ákveðin Það er í Nóri, svona snemm á síðustu öld að þá eru dæmi verksmiður sem áttu líka voru bara company towns eins og kallaðir. Já, þá í raun og veru, vegna þess að þessi ákvörðun var tekin að stofna Landsvirkjun, þá sjáum við mikilvægi þeirrar ákvörðunar. Hún sést ekki 5 árum, 10 árum eftir. Hún sést núna í dag, næstum því eða mörgum áratugum síðar. Að þá eru við allt í einu farin að uppskera við eigum allar þessar ólíku virkjanir og fyrirtæki farið að borga arð. Og það er vegna áherslu sem var sett fyrir áratugum, 50 árum síðan, eitthvað svoleiðis. Og það er það sem er svo mikilvægt auðlinda ákvarðanir og auðlindamál yfir höfuð er að það er ákvarðanir sem eru teknar núna. Það geta verið góðar á morgun eða slæmar á morgun, en við þurfum alltaf að hugsa hvernig viljum við að afraksturinn í slíkum málaflokkum líti út eftir 50 ár. Það er sjónarhornið sem við þurfum alltaf að hafa. Og fyrir orkumálum þá er alveg rétt hjá þér að sagan er merkileg með jarðhitann. Hún er alveg stórmerkileg af því að þarna var verið að fyrstulega að taka nýsköpun, þetta var auðvitað bara nýsköpun, að bændur byrjuðu með það að þróa þessa tækni ef svo má segja. Og svo þessi samvinna á milli sveitafélaga og fjármagn frá ríkinu sem að gera það verkum að ólík sveitafélög fara þessa leið, byggja upp innviði fyrir íbúa. Merkilegt. Og síðan má sjá að einmitt áherslan sem þá var lögð í löggjöfinni nýtist líka þegar við erum að horfa á áskorunar á Reykjanesi. Því að þá er til dæmis alveg skýrt að það er sveitafélagi sem á forgang þegar kemur að heita vatninu. Þú getur ekki selt það eitthvað annað. Það er raun og veru tryggður ákveðin íbúa forgangur í gegnum löggjöfina. Þannig að öll þessi saga er merkileg saga og við höfum verið að innleiða nýtt regluverk núna frá 2003 og það er í raun og veru grundvallabreiting á okkar reglum. Allt aðri hvatar sem að koma þar inn. Það verið að færa áhersluna frá félagslegu markmiðum yfir í einhvers konar semi-markaðs búskap í kringum þetta. Þetta er í raun og veru innleggingin á orkupökkum Evrópusambandsins sem þarna ræðir. Það sem trúin er svo að eitthvað svona markaður með orku muni skila bestri niðurstöðu eða hvað? Í raun og veru má segja þessi í stuttumáli. En er það efast á það? Þess vegna skiptir ótrúlega miklu máli á slíkum krossgötum að horfa á hvað þarf að tryggja áfram. Hvað þurfum við að... Finnst við ekki hafa gert það? Ja, við höfum ekki náð almennilega utan að það þegar kemur til dæmis á orkuöryggi almennings. Það er alveg ljóst að það þarf að tryggja að almenningur hafi ákveðin forgang á raforku og það er líka eitthvað sem var hluti af okkar orkusögu. Þegar var verið að byggja upp stóru virkjanirnar, þá var það alltaf gert með það í huga að almenningur ætti að njóta raforkunar og það hefur skilað sér í ákveðnum lífsgæðum hér á landi. En þetta segja að með orkupakkunum að þá séum við að fara frá þessu að einhverju öðru kerfi og við höfum ekki hugsað það almennilega til enda. Þetta stingur upp á því að við stöldrum við, ræðum aðeins betur orkumál og auðlindamál. Við gætum talað kvótan og við gætum talað fjöllin og við gætum talað náttúrun og vindin. Við þurfum að ná að fara yfir þetta allt saman. Já.
Og það er þér finnst, það er eitthvað eins og hlutinni sem að gera svolítið hratt. Ég er að segja það að þegar það verður svona mikil breytingur regluverki, að þá þarf að hugsa hvað skiptir máli fyrir íbúa og hvað skiptir máli fyrir samfélag. Og það þarf að tryggja betur forgang íbúa og það er hægt innan löggjafarinnar sem að Evrópusambandið hefur, en það þarf að klára það í löggjöf og það þarf líka... Og hefur það ekki verið gert? Það hefur ekki verið klárað. Ekki verið gætt nógu mikið af hagsmunum almennings og samfélagsins? Það er eitt af því sem að þarf að gera og mjög mikilvægt að klára. Og síðan er það líka það að við þurfum að tryggja það að það sé verið að forgangsraða að byggja upp innviði fyrir samfélög þar sem þau þurfa á því að halda, það sé drifkraftur og ég held að því að það hafa nú verið mikla deilur í orkumálunum á milli náttúruverndar og nýtingar. Ég held að áskorunni framtíðarna muni líka fela í sér átök á milli þess hvort það sé verið að byggja upp þessa innviði á stöðum á landinu sem að þurfa á þeim að halda. Af því að það er ekkert gefið að hagkvæmasti orkukosturinn sé nálagt Vestfjörðum eða þjóni Vestmannaeyjum. Þannig ég held að þetta muni verða eitt af því sem að komi til með að þurfa að hugsa betur. En hver á að gæta þess? Því að við vitum að og góðu fréttirnar eru að það er hægt að útfæra margt af þessu í löggjöf og annað, en það þarf að gera það og ég held, og það þarf að hafa skýra sýn á þessi mál og ég held að sem forseti sé hægt að tala mikilvægi þessara langtímahugsunar og það er grundvallarmál fyrir íslensku þjóðina að við okkur þykir vænt þessar auðlindir, við áttum okkur á verðmæti þeirra, við áttum okkur á því að þetta eru takmarkaðar auðlindir þó að séu afar gjöfular og geti fært okkur mikið og að þess vegna fólk hafi skoðun og taki þátt í þessari framtíðarsýn sem að skipti máli fyrir það hvernig þessi mál þróast. Þannig að það er það sem að hægt er að nýta embætti forseta er að fá okkur til þess að tengjast þessum gríðarlegu verðmætum okkar á nýja vegu og það á ekki bara við orkumálin. Hugsaður vatnið okkar. Nú er 70% af vatni 70% af plánutunni, síðan erum við með 3% sem er vatn sem er drykkjarvatn, mest af því bundið í jöklum og brota þessu vatn er þá drykkjarvatn og á hvað erum við að horfa í dag? Við erum að horfa á það að heimurinn er að hlýna. Það er að verða miklu meiri áskorunir í vatni og flestar þjóðir eru búin að kortleggja sinn vatnsbúskap að fullu og eru með langtíma stefnumótun þegar kemur á vatni og það er dæmi lagaramma aftur sem þarf að móta núna af því að hvernig við mótum að núna hefur áhrif á framtíðina. Og hérna held ég að forseti geti aftur fengi okkur til að þykja vænt þessar auðlindir, verið betri tengslum við þar, rétt eins og Vigdís talaði mikilvægi náttúru og svo arfleifð lifir með okkur. Þórunn Eldjárn var að tala menningun okkar og svo arfleifð lifir, þá er þetta að þykja vænt landið okkar. Og nú er ég alveg eldheiti, ég var að koma á reiðtúr í fallegri íslenskri náttúru. Þannig að ég er hérna... En ég ætla aðeins að bakka yfir í orkuna. Því að má ekki segja það að þú sért að halda því fram að við verðum að gæta meira og betur að almannahag. Það sem ef við gerum það ekki, ef þau sem eiga að gera það, hvort sem að forsetin, þingin eða stjórnmálin eða hvað sem er, þegar það gerist ekki, að þá er hættan á því að nýting á þessum auðlindum, kerfið sem við byggjum upp í kringu þau verið fyrst og næst til þess að þjóna þeim sem eru fjárfesta og þeim sem eru fyrirtækin og við getum mist tökin á auðlindunum okkar. Þú ert að segja það, að það þarfi sterkara afl til þess að gæta almannahag. Það þarf að tala með ríkara mæli fyrir almannahagsmunum í auðlindanýtingum. Það er rétt, ég er að segja það. Á Bessastöðum, við Austurvöll, í stjórnarráðinu. Heilt yfir, þá þurfum við að leggjast á áreitnar það að við séum alltaf að hugsa almannahagsmuni þegar kemur á auðlindanýtingu. Það er lykilmál fyrir samfélagið okkar og það er lykilmál fyrir, það er ekki endilega lykilmál fyrir daginn í dag aftur eða morgundaginn, en það er lykilmál fyrir framtíðarkynslóðir og mér finnst svo gott að hugsa þetta þannig að ég á 2 stelpur og þær eru núna að vaxa úr grasi og ég vil að þær horfi á okkur sem erum að byggja upp landi núna, erum að vinna í þessum málum heilt yfir bara fyrir samfélagið okkar og hugsi, heyrðu,
það voru sterkir málsvarar og það var verið að vinna verkin til þess að hlutinni gengju vel. Ekki viljum við að þau horfa á okkur og upplifa að við höfum klúðrað þessu. Nei, alveg eins og þegar ég horfa á sögun Landsvirkjun, þá fyllist ég stolti og ég þakka fyrir að einhver hafi tekið þessa ákvörðun og sama má hitaveitu söguna. Það merk saga og að því við vorum að tala verðmæta sköpun áðan. Hitaveitu sagan líka saga þar sem að við vitum að við erum ekki með endalaust af jarðhita þó við eigum mikið á honum og við höfum farið að horfa á þessa nýtni og það birtist bæði í auðlindagarðinum á Reykjanesi og Hellisheiði þar sem við farið að horfa á að nýta jarðhitann með fjölbreyttum hætti, nýta hann til að rækta grænmeti, nýta hann til að búa til fæðubótarefni, nýta hann til að hita gangstéttir á veturnar. Þannig að það verið að horfa á að auka verðmætasköpunina úr nýtingunni hverju sinni. Þetta líka ótrúlega mikilvæg hugsun fyrir samfélagið okkar. Að vera alltaf að horfa á það hvernig við getum nýtt auðlindirnar okkar með sem allra bestum hætti. Að því að þetta er framtíðareign okkar samfélags og þetta eru sannarlega okkar grunnstoðir í okkar ótrúlega auðlindaríka landi. Aðeins varandi almannahaginn sem þú segir að þurfa að styrkja, við svona vitund okkar hann. Já. Ertu ekki með þess að segja það, ef við gerum það ekki, að þá mun orkunýting, dreifikerfin og allt þetta verða byggt upp út frá arðsemi fyrirtækjana og það er ekki endilega víst að það sé það sem er þjóðhagslega hagkvæmast. Þá situm við uppi með fólki fyrir norðan sem að missir rafmagnið af því að það var ekki byggt upp dreifikerfi af því að félagslega sjónarmið viku fyrir arðsemi sjónarmiðum og sama getum við sagt mögulega með Reykjanesið og ég veit ekki hvernig ástandið fyrir vatnsleysinu í Eyjum. En þú ert að segja það að þegar fókusinn á almannahag og félagsleg sjónarmið í nýtingu auðlindana, þá getum við lent í því að auðlindirnar okkar er ekki nýttar í almannahag, þótt að sumir sem að ekstrím markasinnar getur sagt að það með því að láta arðsemin að stjórna allri uppbyggingu að þá muni öflugu fyrirtæki lyfta samfélaginu meira heldur en að þú getur gert með því að vera alltaf að gæta almannahag á öllum skrefum. Ég held nefnilega eitt útilokar ekki annað. Ég er ekki að segja það. Já, ég held að það sé nefnilega... Ég er að segja hver er hættan ef að almannahagur gefur eftir. Já, ég held að það þurfi að horfa á þetta þannig að þó að sé verið að fjárfesta í kerfum og við séum að horfa á mögulega fjölbreyttara eignarhalda einhverju leyti, að þá þarf að hafa þessa hagsmuni samfélaga að leiðarljósi og það er hægt að gera í alls konar útfærslum á löggjöf, forgangsröðum verkefna, Landsnet og Landsvirkjun eru opinber fyrirtæki, svo dæmi séu tekin, þannig að ég held að sé að ná þessum markmiðum, en ég held bara að við þurfum alltaf að stilla okkur inn á það að við sem samfélag, þegar kemur að auðlindunum okkar, að þá erum við alltaf að horfa á framtíð sem að þarf að vera lengri en næstu kjörtímabil eða næstu ár. Þetta er alltaf... Eða næsta ársfjórðungsuppgjör? Já, við erum, og ég held aftur að því við vorum að tala um orkusöguna, bara árunum eftir sjálfstæði, þá erum við svo mikið að hugsa að byggja upp. Við erum í þeim sóknarhug að byggja upp saman hvort það voru orkuinnviðir eða skólar eða söfn, sama hvað það var. Við vorum að byggja upp samfélag. Við vorum að byggja... En undanfarið höfum við bara verið að byggja fyrirtæki. Já, við vorum að byggja upp samfélag til þess að vera þjóð á meðal þjóða og við vorum að breiða út vængina til þess að geta verið sterk í okkur samfélagi og kannski þurfum við dálítið að horfa aftur þangað og það er þess vegna sem ég hef verið að tala um þessi gildi, samstarfs og þáttöku að því að ég held við þurfum að þétta raðirnar og það á við auðlindamálin, á líka við mörg önnur mál eins og sem snúa að fjölbreyttari menningu og annað sem við eigum hér á landi að við þurfum að þétta raðirnar á ákveðna vegu og vera alltaf að hugsa að við erum langsterkust ef við erum að horfa á langtímamarkmið og erum að horfa á hvernig við getum verið að byggja fyrir Íslands samfélag. Alveg eins og fólki sem kom á undan minni kynslóð og fyrir kynslóðir voru að hugsa, það voru að byggja upp innviði og söfn og skóla og annað af því að við ætlum að gera hlutina svo vel, við ætlum að vera þjóða meðal þjóða. Kynslóðir afa minna og ömmu brutust frá því að vera valdalaust vinnuhjú
yfir því að verða fullgildir þegnar og borgarar í samfélaginu Já, á bara 1,5 mannsaldri. Já, þetta þessum stundu furðulegt að horfa á okkar kynslóðir sem að eiginlega vex allt í augum, sko. Ég held líka að því að við erum að tala um auðlindanýtingu og annað. Það er eftir að verða svo mikla samfélagsbreytingar á næsta árum. Við erum að tala hérna saman í þessu stúdíói og nánast sko innan við áratug þá getur þetta orðið þannig að það sé hægt að taka okkur bara þannig þátt og fjölfaldan og láta okkur tala hvaða viðfangsefni sem með gervigreind. Það verða svo rosalega miklar. Við verðum, það mun margt í samfélaginu breytast. Og það er líka það þegar ég er að tala fyrir því að við séum að þetta raðir og vinna meira saman. Ég held að það verði þörf á því í samhengi við auðlindamálin. Ég held að verði líka þörf á því í samhengi við bara þætti eins og mennskuna, hvað er raunverulegt og hvað er óraunverulegt. Það verði þörf á því í samhengi við að við séum að hlú betur hvort að öðru. Þannig að kannski á að þetta orð að hlúa ótrúlega vel við okkar tíma núna, að hlúa að auðlindunum okkar, menningunni, hlúa að mennskunni og efla samkennd og vinna dálítið þétt saman. Sömuleitt er þetta að tala eins og við þurfum eiginlega bara að fara svolítið á núllpunkti í því hvernig við ræðum saman og hvernig við metum virði okkar samfélags og þar út úr slíkri umræðu gæti komið lausn á því hvernig við nýtum auðlindirnar. Frekar heldur að þú setja að leggja til einhverja tiltekna nýtingu núna, einhverjum tiltekinn hátt. Það tala svolítið eins og að við þurfum eiginlega að fara og ná aðeins vitinu aftur. Þurfum aðeins að efla samtal og skilning og væntumþykju að kannski ákveðnu-leyti. Og ég held að það séu allt atriði sem að forseti getur unnið að. Og fengi okkur til að horfa meira, eins og ég segi, eins og aðrir forsetar hafa verið að tala fyrir ólíkum málum. Þá er þessi auðlindamál svo mikilvæg og ég hef líka verið að skrifa þætti eins og jarðakaup í nýjum tilgangi sem eru svona hin hliðin sem ég hef verið að skrifa í samhengi við erlendar fjárfestingar. Ég hef verið að tala fyrir því að við erum í öflugum alþjóðaviðskiptum á ólíkum sviðum og við þurfum að vera í öflugum alþjóðaviðskiptum. En það þarf ekki að þýða að við séum að selja frá okkur auðlindir. Og eins og staðan er núna, þá er það þannig að þegar við erum að selja einstaka jarðir til erlendra aðila, að þá erum við að selja með auðlindir vatns til dæmis. Og það skiptir kannski ekki miklu máli ef þú hugsar það. Þegar við horfum á eina jörð, þá virðist þetta kannski ekki skipta neinu máli. En þegar maður horfir aftur yfir lengri tíma og fleiri jarðir fara að taka upp stærri part af landinu þó að það sé ákveðna takmarkað. Ég upplifði þetta gerast fyrir eitthvað hratt sko í okkur. Já, það er og ég auðvitað mikla alþjóðlega reynslu og hef séð hversu auðvelt það er fyrir marga aðila að kaupa upp stór landsvæði. Þetta er ekki mikla fjárhæðir fyrir ákveðna. Þetta er skotasölu fyrir þá. Já, þannig að ég held aftur að við þurfum að vera að hugsa til dæmis eins og ég var að segja með vatnsauðlindina. Þetta er lagarammin var hannaður þannig að sveitarfélög og bændur gætu verið að nýta vatn. Hann var ekki hannaður þannig að það væri verið að horfa á eignarhald á þessari auðlind sem að kemur til með að vaksa gríðarlega mikið í virði og það þarf enginn að horfa á þannig að það er að koma í veg fyrir útflutning á vatni eða einhverju öðru slíku. Þvert á móti getum við haft margs konar verðmætasköpun, meðal annars útflutning á vatni. En við getum til dæmis útfærta í gegnum þætti eins og nýtingarleyfi. Þannig að fyrirtæki hafi nýtingarleyfi í langan tíma, en við þurfum ekki að vera að selja auðlindina í sjálfur sér til þess að alþjóðaviðskiptum sé viðhaldið. Ég held að þetta sé mjög mikilvægt. Staðan sem við erum í núna, það verður verið talað núna í þessari kosningabaráttu hefur frumvarpið lagareldi blandast inn í það vegna þess að eitt frambjóðandinn var matvælaráðherra þegar það datt inn á þingið. En það er líka sprottið af skýrslu Ríkisendurskoðunar sem að
gaf eiginlega stjórnsýslunni í kringum úthlutun á nýtingu á auðlindum í tengslu við sjókvíaeldi algjöra fallengun. Það sem að eiginlega þeir sem að vildu nýta þetta eiginlega fengu bara öllu sínu fram. Það var eins og það væri ríkisvaldið ætti raunverulega að þjóna þeim sem að vildi byggja upp þessa atvinnustarfsemi og var ekki eins og holl aðhald miðað við atvinnustarfsemina því ég held að talandi svona afurðaverð og hversu góð við erum í þessu, hversu góð fyrirtæki við erum miðað við í samanburði við hvað verðið fá á heimsmarkaði, þá hefur okkur heldur ekki tekist vel. Og við höfum dæmi núna bara í nálægt Ölfusi, þar sem að hugmyndin er að flytja út, eitthvað búin að kaupa fjall og það flytja út, sama með Mýrdalssand, þannig að sömuleyti er þetta að gerast tiltölulega hratt, þannig að þeir sem að vilja nýta íslenskar auðlindir, að stjórnvöld og stjórnsýslan er eiginlega tilbúin að þjóna þeim án þess að kannski að gæta að einhverju sem er almannahagsmunir eða hagsmunir komandi kynslóða eða hagsmunir samfélagsins. Ég kannski segja aftur þekkjandi stjórnsýsla ágætlega að ég held einmitt að stjórnsýsla geti staðið sér vel þegar kemur á almannahagsmunum að benda á þessum... En hún gerir það ekki alltaf? Nei, hún gerir það ekki alltaf, en ég hef talað fyrir því að í samhengi til dæmis að byrja á jarðefnunum að það er dæmi aftur að hugsa hvenær var lagarammin hannaður. Nú hann var hannaður fyrir það að vegagerðin gæti sótt í jarðefni og bændur sem voru að byggja hlöður á uppbyggingatímum gætu haft gott aðgengi að jarðefnum fyrir slíka nýtingu. Þannig að löggjöfin í sjálfu sér var ekki hönnuð til þess að það væri verið að hugsa að flytja út fjöll og fell. Það var bara ekki, bara af og frá að það hafi verið, Þetta var nýting innan samfélagsins, en ekki nýting fjármálavæddra stórfyrirtækja. Ég held fyrst og fremst að ef að það ætti að horfa á nýtingu með útflutningin, svo er verið að horfa þarna, að þá þyrfti lagarammin að vera endurskoðaður í samræmi með það. Þannig að það sé ekki þannig að það sé þessi veiki lagarammi eins og hann er í dag, gildi fyrir slík stór útflutningsverkefni. Og auðvitað er má segja að það sé áskorun og líka áhugjefni ef þú getur verið að kaupa ólíka staði og í sjálfu sér flytja það út þó að þú þurfir auðvitað ýmis önnur leyfi og margar eftirlitsstofnanir og annað sem kemur að því sem að eiga að ná utan það. Það er þetta dæmi samt bara þegar löggjöf er kannski hönnuð fyrir annan tilgang heldur en í dag. Og við sjáum þetta sama... Og ekki kannski flutningabíla að keyra þetta til Suðurlandinu á kannski 7 mínútna fresti. Það er önnur áskorun sem að fylgir þessu. En ég held aftur að því að við eigum ekki auðlindum og við erum útflutningsþjóð og við eigum að geta nýtt auðlindirnar okkar með fjölbreyttum hætti en það er að hugsa það að við séum ekki að selja þær úr landi. Ég held að fólk sé til dæmis ánægt með það að erlenda fjárfestingar voru takmarkaðar þegar kemur á kvóta og annað. Að við séum ekki að selja þær úr landi og við séum að hugsa að við náum utan nýtingu með þeim hætti að það verði ekki mikil skaði á umhverfinu til langs tíma. Og þetta allt eitthvað sem hægt að gera. En að auðlindarendan renni inn í samfélagið? Það eitthvað sem að við aftur, svo ég fari aftur í Landsvirkjun, af því að það svo gott dæmi, að það dæmi það sem að auðlindarendan að renna til samfélagsins í gegnum eignarhald á virkjunum og líka í gegnum í raun og veru þær arðgreiðslur sem fyrirtæki greiðir ríkissjóðs. Og framkvæmda geti haldið áfram uppbyggingu orkugerðars. Framkvæmda getan, það að við eigum Landsvirkjun sem getur haldið áfram að framkvæma. Það ekki bara það að við ætlum að blóðmjólka Landsvirkjun, heldur þetta tæki til þess að tryggja orkuöryggi til framtíðar, eða ekki? Í raun og veru má segja að við höfum náð því fram með Landsvirkjun og þess vegna skiptir svo miklu máli að þegar við erum að horfa á nýja orkugjafa og fjölbreyttara eignarhald. Til dæmis þegar við erum að horfa á eins og við sjáum í vindorkunni til dæmis það sem eru erlend fyrirtæki sem að fjárfesta í innviðum og annað. Þá skiptir máli að hafa leikreglurnar skýrar og þess vegna hef ég fagnað þeirri vinnu sem að snýra því að tryggja að það sé sett ákveðin auðlindarenta á slík verkefni. Því að þar ekki þetta opinbera eignarhald og þar að leiðandi skilar rentan sér ekki
til samfélagsins, saman hvort að það nærsamfélagið eða ríkissjóður. Og þetta þarf alltaf að hugsa þegar við erum að horfa á auðlindamál. Og ég held að það skipti máli að við aftur horfum á auðlindirnar okkar í stóru samhengi og að við séum kannski tengdari þeim að áður. Varandi auðlindarentuna, við erum hérna, næsti bær Noregur sem eiga miklar auðlindir. Kannski ekki meira en við ef við tínum allt til sem að þú hefur nefnt hérna. Auðlindarentan þar á að standa undir eftirlaunakerfinu hjá þeim. Finnst þau komið eitthvað til greina að horfa á auðlindirnar þannig að auðlindirnar séu bara, auðlindarentan sé ein af stæðstu stóðunum undir bara fjármögnun kerfan okkar? Ég hef búið víða erlendis og einmitt séð að þar sem að búið vel þessi auðlindamál og það gríðarlega mikilvægt fyrir framtíð samfélaga og eins og til dæmis ég hef nú dvalið í Vestur-Afríku og kynnt mér töluvert auðlindamál í þeirri heimsálfu og þar sér maður það sem auðlindamál ekki hugsuð með langtíma hagsmuni þjóðar í huga að þá fer ekki vel. Það sem hefur bara verið rányrkja og bara utanaðkomandi aðilar bara hreinsa upp auðlindirnar og fara með þar? Margs konar gríðarlega flókin viðfangsefni sem að aftur erfitt að vinda ofan af í sjálfu sér. Og þar af leiðandi held ég að það væri skynsamlegt að það sé hægt að nýta auðlindir og hugsa einhvers konar sjóð eins og Norðmenn hafa gert í gegnum sinn olíusjóð og það sem merkilegt í raun og veru við olíusjóðin hjá Norðmönnum ekki bara sjóðurinn sjálfur, heldur hvernig sjóðurinn síðan að endur fjárfesta í alls konar öðrum verkefnum, bæði í Noregi og erlendis og hefur þannig náð að margfalda stærð sína og orðið gríðarlega mikilvægur fyrir framtíð Norðmanna. Þannig að ég held að allt slíkt sé mögulegt fyrir Ísland. Að því að við eigum svo, ég hugsa, og ég hef nú búið í 6 ríkjum á yfir 10 árum og ég hugsa það ekkert annað land sem hefur hefur jarðhitan sem náttúrulega gullið okkar, hefur kaldavatnið, allir þessi tækifæri í sjávarútvegi, landbúnaðinn sem að ég tel nú að sé líka mörg sóknarfæri og sé eitt Það reyndar auðlind sem stendur veikt sem bara moldin sem að sumstaðar fíkur burt eins og Ríó 3 og söngum. Já, það eru fullt af tækifærum, auðvitað áskorunum en líka með hlýnun jarðar að þá mun verða erfiðara að rækta á ólíkum svæðum í heiminum og matvæla landið Ísland að nýta tækifærin okkar í landbúnaði og sjávarútvegi til þess að vera ekki bara í hefðbundni framleiðslu sem ég held að sé líka mikilvæg en það að vera að sækja fram í því að framleiða þörunga eða annað sem að getur verið mjög virðisaukandi. Þetta eru gríðarleg tækifæri. Og nýta alls konar hluti betur eins og ullina og alls konar hluti sem að kannski höfum við verið of mikið svona einhæft hráefnis framleiðslu land og höfum mikil tækifæri til að auka verðmæti landbúnaðarvara ekki síður en sjávarútvegsvara. Já, ég verði eiginlega að koma inn á því ég var í ullarþvottastöðinni á Sauðárkróki og það var svo ótrúlega merkilegt að læra það hvernig Blönduósi fyrirgeðu, nú slæði ég saman. Það var svo merkilegt að þar var mislita ullin. Hún var bara öll safnaðist upp, einskisvirði og síðan fara útivistafyrirtæki og fyrirtæki sem að framleiða sængur að segja, heyrðu, við ætlum að nota þetta efni sem hefur áður bara verið hent eða ekki nýtt í að framleiða vörur og þannig ertu komin með þennan virðisauka sem við sjáum í sjávarútveginum, í gegnum Keresis, sem við sjáum í fjölnýtingunni í jarðhitanum og þetta svo spennandi framtíðarsýn þegar við erum að horfa á auðlindirnar okkar. Ekki bara, eins og þú lýstir, ekki bara þessi grunnnýting, heldur að hugsa hvernig getum við nýtt hugvitið okkar, hvernig getum við verið að fá besta fólkið okkar, unga fólkið inn í þessar greinar, nýta tækninýjungar og annað til þess að þarna verði til fjölbreyttur allskins hátækni iðnaður sem að byggja ofan á samfélagið okkar og skapi verðmæti á allt öðru leveli heldur við erum í sjálfu sér að horfa á í dag. Og þetta slík framtíðarsýn framtíðarsýn sem að ég held
að sé afar mikilvægt fyrir Ísland að eiga og sem forseti mun ég tala fyrir slíkri framtíðarsýn með skýrum hætti því að ég held að það séu ekki bara almannahagsmunir, það eru bara hagsmunir fyrir allt atvinnulíf og samfélagið okkar í heild. Það áhrifavaldi sem forseti getur haft að tala ekki bara landi, tungan, þjóðin, sagan, þetta er líka auðlindirnar, setja það inn. Já. En síðan hefur forseti líka vald og það er þetta deilt auðlindindar og gríðalegir hagsmunir sem að eru þar undir og margir sem að vilja ná sem mestum auðlindum undir einkaaðila og frá ríkisvaldinu og frá samfélaginu, aðri vilja það ekki. Það er bara töluverða líkur á því að alls konar mál sem að tengist auðlindinni, framsalið þeirra, auðlindarentun og öðru slíku komi á borð forseta. Það hefur verið rætt lagareldi núna, að óbreyttu. Hvað myndur gera við það? Ef að það væri ótímabundin leyfi sem eru veitt til þeirra sjókvía fyrirtækja sem eru núna í fjörðunum fyrir austan og vestan. Myndur Ég hef sagt, ég hef mikið verið spurð út í ólíkar atvinnugreinar og ég hef sagt það skýrt að mér finnst auðlindanýting fyrir samfélagið vera mjög mikilvæg og forseti er ekki að tala með á móti einstökum atvinnugreinum. Forseti er að efla og stækka tækifærin fyrir Ísland. En dæmi síðan tók var bara lagareldið og tímabundið. Tímabundið. Þetta væri óafturkallanleg úthlutun. Ég skal vera skýr með það. Að mér finnst það vera atriði í þessu frumvarpi sem að er gríðarlega mikilvægt að horfa á. Þingið eru auðvitað með þetta í meðförum en þetta er atriði sem að ég myndi hugsa vel að nýta málskotsrétt því að þetta er í raun og veru verið að útdeila þarna til langstíma eða ekki til langstíma ótímabundið eins og þú segir. Þannig að þarna er aftur og fólk hefur spurt mig mikið málskotsréttin. Sko fyrir mér að forseti ekki að vera stöðugt að grípa fram fyrir hendurnar á Alþingi. Forseti á að leyfa þingræðinu að vinna sín pólitísku störf og við erum að kjósa alþingismenn til að sinna því. En það geta verið mál sem að er í raun og veru varða okkar framtíð með mjög afdrifaríkum hætti og ég hef talað mál sem að snúa til dæmis að fullveldinu, innganga í ESB og svo finnst mér hitt máli sem þú varst að koma inn á sem að er skýrt kannski afleiðing orkupakkana. Það er sala á Landsvirkjun sem að vissulega er sífellt meira verið að ýta á og það finnst mér vera málefni sem að þing geti ekki keyrt í gegnum afgreiðslu. Þetta er málefni sem að þyrfti djúpa umræðu sem forseti mun ég ekki fara beint í það að beita málskotsréttinu. Ég held að samtal og vekja athygli á og annað sé eitthvað í slíkum grundvallarmálum, eitthvað sem á að byrja á. En ef það dugar ekki, þá kemur ég til þá eru og ég er að spyrja þetta vegna þess að þú leggur svo mikla áherslu á auðlindirnar og sömuleitt þetta sé okkar auðlindir. Hvort að þetta sé málaflokkur þar sem að einhverja svona afgerandi ákvarðanir sem þingið tæki að þú lítir svo á að það sé raunverulega ekki þingsins ákveðið að nema undangengin þjóðaratkvæðagreiðslu þess að þjóðin sé eigandi. Má túlka þína afstöðu að hún sé eitthvað starf á því bili? Það er í raun og veru þannig að auðvitað getur þingleg meðferð falið í sér aðkomu þjóðarinnar á marga vegu og gerir það auðvitað með umsagnarferlum annað. En ef þetta keyra í gegnum þingið stór mál eins og sölu á Landsvirkjun sem að er langtíma saga og uppbyggingu eigna sem að þjóðin á saman í dag, að þá finnst mér það vera mál þess eðlis að ég myndi huga því að setja það í þjóðaratkvæðagreiðslu. Og það mál er raunverulega á dagskrá stjórnmálanna því að það hefur oft verið nefnt og er til umræðu víða. Hvort að þessi komin tíminn til þess að horfa til sölu á Landsvirkjun. Það er aukinn þrýstingur og slík mál. Herðu, Halla Hrund, takk fyrir að koma hingað og ræða auðlindamál. Herðu, þetta var hressandi. Já, þú hefur svona lagt inn, vegna hugmyndin er eiginlega svo að þó að forsetakosningarnar snúist ykkur sem er í frambúði, og þetta sé atvinnuviðtal, þá er það líka að þið komið inn í umræðinu og leggið ýmist mál til sem er bara hina almennu samfélagsumræðu og það er það sem ég er að reyna að ná út í þessum hluta samtalsins. Ég kannski kem því að líka að auðvitað hef ég verið að vinna í þessum málaflokki sem orkumálastjóri, en ég hef líka verið að sinna þessum málum
í Bandaríkjunum áður og þar að leiðandi hef ég víða þekkingu á auðlindamálum. Og tölvöld skrifaði um þetta? Tölvöld skrifaði um þetta. Það geta bara, fólk sem vill lesa greinarnir geta bara farið inn á vísi.is og googla nafnið þitt og þá sjá þeir greinar sem þú skrifað þar til dæmis? Já, ég held að oft það þannig að maður sér kannski samhengi hlutana þegar maður hefur verið að vinna í auðlindamálum sem ég hef gert í samhengi við norðurslóðir og Evrópu og annað, að þá sér maður samhengi hlutana með öðrum hætti og kannski áttar maður sig á því betur hversu mikils virði þessar einstaku auðlindir eru og ég held að hver einasti Íslendingur hafi djúpa ást á landinu okkar og við viljum öll að þessi mál þeim gangi vel í sjálfu sér og að framtíðarkynslóðir geti hort stolt á okkur og þakka okkur fyrir, sagt við stóðum okkur í stykkinu. Við unnum að þessum... Og nýttum auðlindirna til þess að byggja upp samfélagið? Já, við unnum að þessum langtíma hagsmunum. Við seldum það ekki fyrir skammtíma gróða. Og já, þess vegna mun ég leggja áherslu á því að efla þekkingu og alúð okkar og þekkingu á þessum auðlindamálum því að þau eru grunnurinn að samfélagi okkar á svo marga vegu. Lakka til að fylgjast með því, hvort þú kemst á bestastæði ekki, að þú haldir áfram umræðu auðlindamálum. Takk. Herðu, og við kveðjum Höllurhund, en við ætlum að sitja hérna áfram og reyna að skilja þetta samfélag. Næsti kafli eftir augnablik. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is